Arnar, svona nærri sólarhring frá leik, hvernig hefur leikurinn svona meldst? Já, kannski bara svona staðfesting að það sem manni fannst eftir leik. Tapaði boltar, þú veist, kosta okkur 30 stig og við vinnum ekki Grikkina þannig, það er útilokað. Hvernig svona, núna er náttúrulega mikið athygli á liðinu eins og gengur og gerist bara og margir að horfa og það fyrir vikið verða náttúrulega til 300.000 landsliðsþjálfarar sem að gagnrýna mínútuskiptin og annað. Er erfitt að skipta mínútum milli leikmanna? Það hvað eru margir að velta einhverju fyrir sér, ég bara tek ekki eftir því, sko. Ég mjög einfaldlega athuga ekki, það gefst ekki tími til að fara á allar þessar samfélagsmiðla sem ég nú frekar lélegur á í fyrsta lagi, sko. Nei, ekkert erfitt að skipta mínútum, við bara reynum að hafa þá innar sem við trúum að séu að fara að hjálpa liðinu á þeim tímapunkti. Og svo geta einhverju sérfræðingar að segja hvort það sé rétt eða rangt, það verður bara að hafa sig. Hvernig er svona andinn í hópnum með þetta? Eru menn allir sáttið við sín hlutverk eða er svona einhver competitiveness í hópnum? Það vilja allir spila meira, en það er bara eðlilegt mannlegt eðli. En að samaskapi eiga allir að muna sko hvað er gott að vera hér, hvað þetta er mikið afrek út af fyrir sig. Þannig að þú átt að vilja spila meira en þegar þú færð það ekki þá er eins gott að þú sért tilbúin að styðja liðið og gera það sem þú getur til að vinna. Þú getur alveg haft áhrif af bekknum. Mikilvægur leikur morgun á móti Póllandi, hvað heldur að við þurfum að breyta fyrir þann leik? Við þurfum að passa boltann betur, við þurfum að auka aðeins hraðan í sóknarleiknum hjá okkur og hraðaöflusvörnum verður að vera betri. Við vorum frábæri varnarlega á hálfumvelli í gær, frábæri. Þannig að þeir áttu í bullandi vandræði með okkur þar, en þegar þeir fá bara hlaupa og skjóta layup þá eru þeir mjög góðir í því, sko. Þetta pólska liðið, vitum við eitthvað mikið um þá? Já, það er búið að horfa ansi mikið á þá. Við teljum okkur vita allt sem við þurfum að vita. Hvað punkta heldur við þurfum að íta þá til þess að eiga möguleika? Við þurfum að sækja stóra mann þegar hann er inn á. Hann er hægur. Við þurfum að tvíteka hann, losa boltann á blokkinu bara svo venjulega á móti góðum stórum mönnum. Svo þegar þeir fara í litla line-upið sitt þá þurfum við að vera bregðast aðeins við sóknarlega hvernig við ætlum að hreyfa boltann út úr því. Af því að það er stundum lent í vandræði með það þegar menn fara í svipaðan körfubolta við, þá erum við oft í bras. Þannig við þurfum að leysa það á morgun, það er alveg hreint. Með viðtöl við Pólverjana í gær þá leggja þeir þannig leik á móti Íslandi upp sem svona úrslitaleik. Förum við í svipaðan pakka? Við erum að reyna að vinna leik, sko. Það byrjar á því. Það er ekki þetta að fara að tala um alltaf að fara upp úr riðli og eitthvað kjarta ef við vinnum ekki leik. Það byrjar á því að reyna að vinna einn leik og það verður bara vonandi á morgun og ef ekki þá er það daginn eftir það, sko. Það er fyrsta markmið og svo tökum við það. Þannig að allir leikir eru úrslitaleikir, það er bara ekkert flóknara það. Finnur bannaði leikmönnum að fara á Helga Björns í kvöld, það er mikill skellur fyrir þig, er það ekki? Það er gríðarlegur skellur fyrir mér, ég er mikill Helga Björns maður, mér finnst það alveg ógurlega skemmtilegt. Og svo þarna þetta rappband sem er komið þarna Úlfur, ég er mjög gaman að þeim líka, sem lítill rappmaður, þá er þeir alveg brilljant. Þannig að já, gríðarlegur skellur, sveitaball í Finnlandi, það er mjög gaman.